Jæja, smá samantekt á deginum í dag. Ég gekk einhverja 28 rúma kílómetra. Helga keyrði mig svona nálægt þeim stað sem ég hafði í fyrradag stoppað á og sparaði mér daginn í dag. Ég fór 28 semst í staðinn fyrir 32 sem var bara mjög fínt. Ég ætla nú samt að leyfa mér að segja að dagurinn inn í León og út úr León eru svona kannski hvað gönguleiðirnar varðar sístir. Bara algjörlega meðfram hraðbrautunum og í dag var umferðarþunginn gríðarlega mikill og niðurinn og þess vegna setti ég nú bara upp headphoneinn og hlustaði á tónlist því að mér fannst þetta svona, minnst svona spennandi held ég og umhverfi og annað slíkt. En að öðru leyti var dagurinn í gær í León kærkominn hvíldardagur og svona einsetti mér það að vera ekkert mikið að þvælast. Ég gekk nú einhverja 7-8 kilometra samt og skoðaði heilmikið og finnst León mjög falleg. Þessi gamli bær svona sem að við systurnar vorum að rölta Svo naut ég þess að í dag að Helga tók bakpokann minn þannig að ég var léttar á fæti sem var bara mjög gott. En á morgun ferðinni heiti til Astorga sem bara 17 kilometrar og sem bara fínt þegar maður að ganga svona langa að taka stundum örlítið styttri líka með í þessu. En svona öðru leyti þá bara kroppurinn góður og ekkert yfir því að kvarta þannig að ég bara sæl og annað með þetta. Þannig að þangað til næst, hafið það gott. Jæja, góðan daginn gott fólk. Það laugardagur og ég að fara frá León eftir hvíldardag góðan þar og ætla til Hospital de Orvigo, eitthvað svoleiðis. Og af því að ég var í svo fínu fjöri í fyrradag þá stytti ég daginn í dag aðeins og verð nú samt einhverja örugglega 5-6 tíma í mitt mér að ganga. Nú klukkan að verða 9 þannig að ég svo sem ekki búin að ganga neitt mjög mikið. Sól og blíða eins og þið sjáið en þetta svona dálítið mikið ganga með fram þjóðvegi í dag. Þannig að ég veit ekki hversu mikið spennandi myndefni verður í boði en við sjáum til. Það nú ósköp huggulegt hérna bara, þrátt fyrir allt. Jæja, ég búin með 16, búin að vera einhverja, rétt 3 tíma og bara auðvelt að ganga, ekkert að kvarta við því. Þetta svona eins og ég sagði í morgun, dálítið mikið meðfram hraðbrautinni, en það svo sem hægt að fara aðra leið. Ef fólk ætlar ekki að gista hér í þessum bæ og bætir dálítið við kílómetrum, þannig að ég ákvað nú að gera það ekki í þetta sinn. En ég á líklega 2 tíma eftir allavega eitthvað svoleiðis á göngu, þannig að þangað til. Þetta nú bara listaverk hérna í garðinum sem búið að skera hérna út eða klippa til öllu heldur. Dásalegt. Ég að labba inn í þetta pínu litla þorp sem ég ætla að gista í nótt. Man ekki hvað það er mjög fámennt allavega. Og ég að vera dálítið vel sóluð á vinstri hliðinni. Það einhvern veginn þannig að
af því maður að fara í áttina til Santiago og þá skín sólin alltaf vinstra megin á mann. Þannig að það verður eitthvað skemmtilegt að vinna úr því. Hér þessi stórkostlega fallega brú, þetta mikla mannvirki sem að ég hér að fara að ganga yfir. Það eiginlega ekki hægt að fanga þetta á mynd. Rosalega fallegt. En ég ætla að ræst yfir. Þetta nú bara ótrúlega huggulegt og fínt hérna á Hotel Cantón Plaza heitir þetta í Hospital de Orbigo. Bara mjög ánægð með þetta.